Menningavitin, Kikka. Dúi. Elvar. Sigga Snjólaug. Heyrðu, ég fór norður helgin á Akureyri og þar var gjörningahátíð sem heitir A. Alveg brilljant. Við förum yfir það bara í lok þáttar. Ég keypti húfu handa þér, Elvar, mér ætla að gefa þér. Og bjóða þér að vera með bara í þættinum, bleik og falleg. Já, þetta svona, er þetta anarkistaverkið? Til dæmis, þú getur bara notað það þannig að þetta gjörningalistahátíð, þá ert þú einhvern veginn bara til dæmis gjörningur þegar þú ert með þessa, þennan hatt og þá getur þú til dæmis verið anarkisti. En þessi hátíð er framleitt. Þessi húfa búið alveg í Ítalíu? Já, það er kvínt. Já, nei, það er bara... Nóg kostað. Það er bara stórkostlegt, sko. Þú veist, makahúfurnar eru gerðir í Kína. Já, ég fann enga makahúfa Akureyri. Því miður. Æði, hún ferði svo vel. Alveg. Já. Heyrðu, og ég fór í listasafnið á Akureyri, sem er bara frábært safn. Sigga, þú þekkir það nú vel. Ég bara, I love it. Þú ert alltaf þarna. Já. Og þar eru svona 7-8 sýningar í gangi og A-listahátíðin, eða gjörningahátíðin, hún var að hluta til þarna, svo hún líka í Hofi og víðar, hún var bara út allt, þetta var alveg rosalega gaman. En ég fór að listasafnið og ég ætla að tala 3 sýningar núna. Það er Femina Fabula, sem er svona sýndar veruleika verk. Og að því ég með svo lélegt jafnvægi, þá gat ég bara hort á eitt. Að maður er með sýndar veruleika gleraugu og headphonea og svo er maður bara að skoða þið vitið og fyrir aftan sig. Ég verð bílveikur þegar ég er með svona gleraugu á mér, sko. Já, en þetta var gaman samt, sko, og flott verk og ég hvet nú endilega fólk á öllum aldri til að fara og skoða þetta. En þetta er sem sagt hann Kristján, hvað heitir hann? Ingimarsson. Já, sem er leikhúsfrumkvöðull. Hann er sýningastjóri þessarar sýningar og þetta eru 6 listakonur, þetta er svona 6 stöðvar og það er Kajsa Bólin, Lalla, Lekur, Anna Stamp, Núra Hannula, Tuba Kales og Línle. Og þau urðu til í samvinnu listakona Kirsti Væten og Kristján. Þannig að hann er þarna, og þau eru að vinna með feminisman, sko. Og þetta verk sem ég sá þá var þarna nakin kona að leika sér á mæsakri. Mjög áhugavert. Mæli með því. Það er spennandi. Já, ég er að sjá á myndarum, sko, það er mjög spennandi gólfflötur. Já. Það er svolítið skemmtileg pæling. Já, og hann sagði við mig, sko, strákurinn sem satt yfir sýningunni, að það væri rosalega gaman að vera berfættur. Okay. En ég ákvaða því þetta var svona eitthvað sag, að ég var ekkert að fá mig flís í iljarnar þarna, sko. En kannski næst. Mikið varstu skynsum. Ég var skynsum þarna. Þetta er spennandi. Já, og þarna er líka svona, ég hugsaði þessi yfirlitssýning á verkunum hans Óla G. Jóhannssonar sem var nú þekktur málari á Akureyri og er látinn núna en hefði orðið 8 í ár. Þannig að það er mikið af verkunum hans og ég var bara ánægð að sjá það, hvað hann fékk mikið pláss í safninu. Og og bara var búin að gleyma hvað myndirnar hans eru skemmtilegar. Og já. Lífsins gangur heitir hún það ekki? Jú, hún heitir Lífsins gangur. Já, mér langar að segja eitt með Femina Fabula, hún klárast 16. nóvember. Þú veist, þannig að það er ekkert mikill tíma eftir af henni. En hinar sýningarnar eru flestar fram á næsta ár, fram í janúar. Þannig að minnst þessi æði. Og svo labbaði ég yfir í næsta sal og ég hélt eitt augnablik að ég væri ennþá í salnum sem að væri með verkin hans Óla G. En þá var það sem sagt Sigurð Ólason, DNA Afa. Það var þetta afabarnið hans sem er fætt í Danmörku og ég veit ekki hvort hann býr þar eða hvernig það er.
en hann var mikið á námskeiðum í Louisiana-safninu Já. og hann málar svolítið líkt, eða sko afa sínum. Breila eins. Já, þetta svona DNA hans afa, þannig að hann þá kannski málað þessi verk til sko heiðurs afa sínum, eða eitthvað slíkt. Það var allavega datt mér það í hug. Þegar ég hafði rænu á því að athuga hvort þetta væri ennþá ólega, hvort það væri komin nýr. Og mér finnst það bara fallegt að afinn þarna, svona yfirlitssýning og strákurinn með hillingu til afa síns. Mjög. Ég fór á fleiri sýningar en ég ætla ekki að tala þær að sinni, kem bara með þér í næsta þætti. En þær verða bara flottar og flottar. Það er alveg vel þess virði að skella sér norður og fara á þessa sýningar. Já, og bara þetta listasöfn, það bara Já, og fara í búðir. Fólk verða að fara í búðir. Það er alltaf búðir frá hausinn. Á Akureyri? Já. Ég keypti með tannbursta í einni búð. Það var í fréttum og það er bara alltaf frá hausinn. Það gengur ekki, sko. Það er örugglega því að Laugavegurinn göngugata, þá er ekki hægt að halda Vesla á Akureyri. Það verður náttúrulega aðeinslegt ef það væri sko orsökin. En þarna, já, allir drífa sér norður. Já. En Elvar, fórst þú ekki á tónleika? Jú, ég fór á Texas Jesus. Já, og hvað heitir eftir staðurinn? Iðnó, já, ekki þarna hinn nýi. Börn. Nei, þetta var ekki börn. Okay. Nei, þetta var Iðnó og alveg frábæri tónleikar. Þetta er náttúrulega það var svona endurkoma aldarinnar að þeirra sögn. Auðvitað. Þessi bara þessi hljómsveit er svo skrítin. Þetta er skrítin hljómsveit og það sem mér finnst svo skemmtilegt er það að hún var skrítin fyrir 20 árum. Já. Hún er ennþá skrítin í dag. En hvernig er skrítin? Því að ég yfirleitt eitthvað sem var skrítið fyrir 20 árum verður stundum bara venjulegt. Já, bara normið. Já. Sko. Þeim tekst einhvern veginn að vera skrítin á rosalega, hvað ég segi, svona jákvæðan hátt. Og svona eða sko ég veit ekki alveg hvernig ég á orða þetta, bara hvernig stóð, því að það er mikið theatricality í bandi, í sviðsframkominni, en samt standaðu bara yfirleitt bara alveg eins og styttur og horfa á skóna sína. Já. Og það er ákveðin list, það er bara ákveðin snild að geta það og lagast mjög þetta er svona eins og ég veit ekki, ég ímyndaði mér, já, ef að 30 ára barn hefði ákveðið að spila þungarokk, þá það bara hilarious. Þetta band er bara hilarious og og það er einhvern veginn, það er einhver heildarstemming yfir bandur, já, þetta er svona Texas Jesus-legt. Já. Það er alltaf að segja, skilur, já, ef þú ert í hljómsveit, þú ert að semja lag eitthvað, svo í Texas Jesus-kaplanum, þú veist, það er einhvern veginn þannig áhrif sem þau náðu að hafa. Æðislegt. Og bara og svo spiluðu þau einmitt fyrir norðan, Rögnvaldur gáði, bauð þeim að koma að spila. Ok. Og ástæðan fyrir því að þau héldu á þessu tónleika var vegna þess að hann var búinn að vera að reyna að tæla þau til að koma og spila hjá sér. Já. En bara mjög lengi, en svo bara ákvaða að slá til, en hann bauði bara 25 mínútna slott, máttu bara spila 25 mínútur á festivali, hann að þau ákvaðu fyrst við erum að æfa allt upp og þá heldum við. Já, heldur þau haldið fleiri tónleika? Ég heyrði það ekki á þeim nei. Eftir tónleikana, en þetta var alveg meiriháttar. Já, vonandi. Hvar var þetta til húsa á Akureyri? Veistu það? Já, nú er ég bara svo illa undirbúin. Já, svo er þetta örugglega bara í einhverju tómu verslunarhúsinu. Já, þetta er einhverju tómu verslunarhúsinu. En er ekki Rögnvaldur gáði, hann er í, hvað heitir hljómsveitin sem hann er í? Ekki Ljótu Hálfvitarnir? Nei, hann var ekki Ljótu, hann er ekki Ljótu Hálfvitarnum. Hann er
Ég verður ekki bara, pönkljóstin húfa, Já, mann ég. en það skiptir ekki máli Nei. hvað þeir voru, þetta er búið. Nei, Ég er en hérna- sko, Veist þú það, Dúi? Nei, Þetta en gerir hann, hana. sko, en hann heldur hérna. Nei, ég var að segja, ég var að skoða gladkistuna Já, Já. að hljónstu kom frá 93 fyrst og þá þótti erfitt að skilgreina tónlistina þeirra Já. sem er kallað hana teiknimynda tónlist og sem er kallað hana krúttrock. Já, já, það eru margir sem segja að þetta hafi verið fyrsta krútbandið. já. Já, þau voru nokkur, grútböndin. Já. Þetta hafi allt byrjað með þeim, en já, Þetta er Keflvísk hljómsveit. já, Auðvitað. þetta er bara Svo- documentary waiting to happen, sem Já, það segir. já. Kannski hugmynd að gera ég- söngleikum þau í Já, borgarleikum. en sko, þetta er festival, við verðum að vita, ok, nú vill ég að það koma upp á skjáin hérna. Hvaða festival það Hvað var? festivalið heitir, sem var gott að gáða því. Já, við finnum það á Þeir skellunni halda á vegna þess skjáin. að það er frábært festival, sko. Já, Og ég veit ekki hvað það heitir. Já. Heyriði, félagar, svo fórum við í bíó, einhverjir. Já. Fórum að sjá Eldana Mm. eftir Uglu Hauksdóttur sem að er hérna svona byggir á skáldsögu Sigríðar Hagalín með sama nafni, Eldarnir. Ástin og önnur aðrar eitthvað, ég man ekki hver undir titillin var. Skrifaði Sigríður ekki handritið. Jú, Já. Skrifur á handritið. já, Já. með henni hérna Uglu. Það er óvanlegt. Já, og síðan var einhver þriðji höfundur, ég sá ekki nafnið, eða sko, þegar textin rúllaði og glemdi bara að fletta því upp, en það mun koma líka á skjáin, það nafn sko, og þarna, svo hlustaði ég á bókina, eftir ég sá myndina, ég var svona, þegar ég labba át á bíónu, þá mér fannst sko, tæknilega myndin rosalega flott unnin, Já. þú veist, Sammála. bara einhvern veginn hljóðið magnað, sko, ég hrökk við alltaf þegar var jarðskjálfti og eldgos og hérna og leikurinn, ég meina svo sem ekkert út á hann að setja þannig og einhvern veginn það sem truflaði mig og þess vegna fór ég að hlusta bókina á Storytel var handritið. Ég var bara alls ekki ánægð með þetta handrit og eftir að hafa hlustað á bókina þá er ég Það er það að meina bara síður. samtölin. Nei, ég meina bara Bara nei, framvinduna, bara Já, ég bara alla örkina og... Já. Vegna þess að handritið þetta bara er öll myndin, sko. Þetta er svolítið Hollywood handrit. Þetta er auðvitað Hollywood Og, handrit. og ekki þeirra sem Rose, það veist í miður. Já, En- sko, en- ég núna þarf ég er rosalega mikið á öllum áttum með þetta af því að mér finnst þetta pínlít vera það sem er tóku bókinni þau byrja eiginlega inn í miðri bók þar sem að elskuginn mætir á svæðið og svo er þetta svona ástarsaga og mér finnst henni Uglu takast best til bara í loka senunum þar sem að hamfarirna byrja að það sem þetta kannski hefði átt að vera, þetta hefði verið frábær hamfaramind. sem að var alltaf að bíða eftir. Ég var alltaf að bíða eftir Já. það sem hamfar. Já, og þær koma á seint og einhvern veginn, já, Það er alltaf verið að búa til einhvers konar svona tilfinningahamfari líka. Já, já. Það er einhvern veginn fléttan og Já. veist, sambandi við elskugan og Á svona að vera parallel. hrunið á hjónabandi. Já, já. Það á að vera einhvers konar þú veist, samtal við þetta eldi yðrum jarðar. já, Þú veist, og þessi læti í jörðinni, sko, Mhm. eiga að vera í samræmi við sálarlíf hennar og sem var alveg flott og veist, það er alveg skemmtileg pæling. já, en mér fannst, sko, einhvern veginn, karakterinir alls ekki nógu vel unnir, mér fannst hún bara leiðileg, hún, Anna, aðal personan, mér fannst hún bara hrikalega leiðileg, bara hvað, akkur að ég hafa áhuga á þessari konu, þú veist, hún einhvern veginn,
hún kveikti ekkert í mér sko sem karakter og hérna já, ég hefði viljað sjá meiri hamfaramynd og meiri undirbyggingu ef átt að fara þessa leið þá er þetta að byggja miklu meira undir hérna til dæmis bara skilnaðinn þegar þau fara í göngutúrun að skilja sem bara svona alveg langur kapli í bókinni og bara svona almennt þegar að fólk skilur mér finnst það voru skrítið einhvern veginn þegar hún segir ég elska annan mann eða eitthvað og já, ég elska annan mann og hann spyr bara hvað gerum við núna? Já, einmitt þetta er svo eitthvað ástriðulegst. Mér fannst, ég er ósamála, mér fannst hún leika mjög vel. Nei, hún lék vel, en hún hafði bara ekki mikla móða. Nei, alls ekki, nei. Ég sé þess að hún leika, hún er algjörlega frábær, en mér fannst hún ekki hafa úr mikla móða þarna. Og hún brosir ekki fyrir en bara, þú veist. Það er auðvitað að leika í jarðfræðing. Já, ég meina. Það líka vera alveg rosalega köld og á staðreyndum já, en svo fellir hún þetta fyrir einhverjum svona ljósmyndara sem er svolítið svona riddara hvítum hesti típa en ég meina, vísindamenn hafa nú verið bara einmitt og við höfum nú fengið að sjá þá svolítið í sjónvarpinu frá því að fór síðan að gjósa á Reykjanesskaganum og ég meina þetta er ekki púkalegt eða leiðilegt fólk, þetta er mjög áhugaverðir einstaklingar. Já, gríðarlega. Já, þið meiri, já. Ótrúlega skemmtilegt fólk. Ótrúlega og einhvern veginn var hún ekki það, skilur mig. Já, en mér finnst, ef ég á að segja eitthvað jákvætt myndina, mér finnst hún byrja mjög fallega, mér finnst, Með pappanum. Með pappanum, mér finnst það yndislega falleg, sena en ég mér fannst hún pínulítið nálægt, ég var að veltaði fyrir mér, við vorum eitthvað að ræða eftir að við sáum myndina hvort hún væri á nálægt manni í tíma og þess, af því þú ert talað um að þetta ég verið hamfara, mér fannst það of langar hamfara þegar hún er að fara frá skólanum með einhverju og upp að húsinu og allt og að berjast við vindin eða mér fannst það aðeins svo langt. Ég skil. Þannig að en mér fannst hún leika vel og mér fannst þau leika vel Jói, léku allir vel alltaf svo mikið krútt ég meina, ég er ekkert út á leikin að setja sko. Þetta er þetta líka svolítið svona alveg svona sérstætt að sjá svona hamfaramynd sem gerist við Elliðavatn og þegar hann er þar sko í einhvern brjálum hambur og þetta er alltaf rosalega nálægt manni ég myndi, ég vorkinni fólki sem býr í þessu hverfi þetta er mjög creepy. Já, en þessar sér voru rosalega vel unnar og flottar og samfærandi. Mjög. Þú veist, ef að það kemur svona gos, þá verður það svona og ég meina þá verður við öll flóttamenn sko og ég sko myndin endar aðeins öðru sem bókin og ég var hrifnari af endinum í bókinni og nú hvet ég bara alla sem að lási bókinu að fara auðvitað á myndina og og sko já, mér fannst Uglu takast vel upp í teknilegu dótinu, handritið alls ekki og það undirbyggir ekki ástarsambandið, skilnaðinn það er svo margt sem það undirbyggir ekki það er bara gerist allt í einu og maður er svona, akkuru og það vantaði en í Hasar og Hasarseinunum og hvað heitir þetta? Allir þessu aksjón þar er hún góð þessu líka þannig þegar eru þannig í þessum vita út á Reykjanesi og þeir eru að horfa á eldgosið úr vitanum þetta er rosa svona flott velgert sko. Velgert og bara flott myndataka hljóðið æðisleg tónlistin flott sko þannig að það er einhvern veginn ég er búin að hugsa svo mikið um þetta og það er einhvern veginn bara handritið og ég spyr mig, Ugla skrifar það sjálf með Sigríði Hagalín og ég man ekki hver þriði nafni kemur hér sko, þú ert að velja á hafna og var ofmikil virðing borin skilur, hvar fyrir öðrum ég vil gera þetta, skilur var að því að kvikmyndahandrit eru alls ekki auðvelt að skrifa sko. Þú þarft að halda já, ég er svona veltaði fyrir mér hvort þið hafi ekki þórað í slægin sko, einhvern veginn Sigríður eða Ugla, hvort þær hafi einhvern veginn
Ég veit ekki hvað Verið á gerðist. kurteisar. Já, verið á kurteisar. Já, sko, ég hjó eftir sko, dóm á Vísi þar sem að hann, sko, leikstjórnin lofuð, handritiðin rifið niður, Já, ok. en talar rosalega vel leikstjóran. Og ég hugsa, sko, ber samt ekki leikstjóran alltaf ábyrgð á loka próduktunum. Það, jú, Sko, oftast hægt að segja, þú veist, getur þú sagt einhverja sko, leiksýningu á sviði. Handritið var alveg hræðilegt, en rosalega var þetta góður leikstjóri. Nei, en sko, þetta er kannski aðeins öðruvísi í kvikmyndatíminu, þá getur framleiðandi til dæmis haft mikið að segja. Já. Og svoleiðis, en í oftast það auðvitað leikstjórinn. Það endar alltaf í klippiherbygginu, sko. Það er það sem að sagan sett saman og borinu upp. Já. En ég hef séð annað eftir Uglu sem hefur bara verið alveg frábært. Ég er nýbúin að sjá bara á held ég Disney Plus þættina Alien Earth. Sem er bara action þættir. Ég horfði á það er mjög flott, sko, en ég fann mig aldrei með neinum karakteri, ég hélt ekki með neinum og mér byrjaði að vera saman alla, en það var alltaf ekkert en hún alltaf það var svona svolítið eins og ég hafði gagnvart henni önnu hann að ég sér að mynd. Nei, ég meina þar eru náttúrulega kannski heimavöllurinn hennar svolítið svona aksjón. Hún allavega að fá góða aðsókn þessi mynd. Já. Hún öðru sæti. Já, en það eigum við að fara að sjá allar íslenska myndir. Og nei, ég bara segja hún klár leikstjóri. Og og það mér finnst bara hræðilegt að þurfa að segja þetta handritið var bara ekki nógu gott sko, að því á efniviðurinn var í bókinu til að byggja það upp sko, fyrir það sem átti sér að koma og þetta er náttúrulega bara fyrsta stóra myndin hennar og ganginu bara vel í framhaldinu sko, því að hún á þetta bara halda áfram á þessari braut og ég til í íslenska alvöru hamfaramynd frá henni. Já, sko, normenn eru mjög góður í hamfaramyndum. Ég sé 2 alveg frábærar norskar hamfaramyndir. Annars vegar það sem að flóðbylgja skellir á Tenerife og það eru einhverjir norski túristar sem ná að flýja upp á eitthvað fjall sem er eina fjallið á ekki með Ólaði Darra, það ekki? Já, með Ólaði Darra, já. Hvað, er þetta ekki þættir? Er þetta með? Já, voru þetta þættir, já. Þetta voru þættir. Svona mínisýri. Hvað hétt þetta? Stendur hérna. Stendur hérna. Ég er ekki búin að sjá þetta nefnilega. Það er eitt reyndar, sko, Ólaði Darri var í svo góðu formi, hann var alltaf hlaupand upp á okkur eldfjall að ná ykkur að mæla, kom niður aftur og bara valla móður. Hann er alltaf í góðu formi. Já. En svo var önnur líka La Palma, einmitt, já. Það önnur hamfaramynd norsk þar sem að það fellur skriða niður sko hlíðina í firði. Já. Og flóðbylgjan kemur síðan upp hinum megin. Já. Þetta var nú bara gerst hjá þeim nokkuð sinnum. Já, og það var alveg sko rosalega, þeir eru algjöris meistarar í hamförum. Og þetta líka einhverju veitunni? Þessa mynd sá ég bara óvart, ég var bara nú ég ætti að hljóma eins og algjör bóhem sko, en ég var bara eitthvað út að labba í Prag eins og maður gerir. Já, og geng fram hjá listasafni sem ég hafði ekki hugmyndum að væri, ég var ekkert að leita neinu og ég kem inn á þetta listasafn og þá var mér bara réttu miði. Já. Þá bara hitti það akkurat þannig að ég bara náði að smikla mig inn á einhverja sýningu á þessari mynd. Dásamlegt. Í einhverjum frábærum sal. Já, yndislegt. Og ég þorði ekki að sitta að bíða þegar myndið var búin til að spyrja fólk bara hvað þetta var, svo myndi ekki komast upp með mig að ég væri óbúðan gestur. Já. Þannig ég flúði bara út neðar útgang þegar myndið var búin. Sko. Sniður. Það var það A-listahátíðin. Þetta er gjörningahátíð sem er haldin á Akureyri á hverju einustu ári, einmitt. Og Sigga, þú hefur farið nokkru sinnum, það ekki á það? Ég farið nokkru sinnum og ég bara miði mér líka við að ég komst ekki síðast. Já.
og þetta ég vil svo áhrifaríkir gjörningar Já. Og í fyrra þá voru 2 grænlenski gjörningar sem hefðu gríðarlega góða áhrif á mig þeir voru bara svo magnaðir en þetta virkilega þess virði að fara sko norður. Já, þetta náttúrulega bara búið núna, þetta verður aftur að ári. Já. En við ætlum að sýna úr hérna það var hérna Ari Logn sem nú ekki þarna en stelpurnar í Tátiljónum og síðan var drengurinn Fengurinn sem ég sá líka en stelpurnar í Tátiljónum opnuðu bar og hérna maður kom og við fengum drykki og þjóna til bár og síðan sögðu þær barsögur voru rosalega skemmtilegar og eftir því sem leið á gjörningin þá kom, þetta svona byrjaði með svolítið eldra fólki og svo fór það að tínast út þá kom hérna yngra fólk og byrjaði að brotna glös og allir bara wei og þetta var svona svolítið eins og alveg bar og þarna og þetta barinn hét Rangi Riddarinn menjúin og maður gæti panta sér þessa drykki svolítið skrýtin nöfn og hérna svo þegar Rangi Riddarinn já, Rangi Riddarinn og svo þegar að hérna lætin voru aðeins svo mikil þá var unga fólki farið í stuð og þá laumum við okkur út og partíið hélt áfram en þetta var mjög gaman og þær voru alveg rosalega skemmtilegar stelpur. Þetta yfirleitt sko svo fjölbreyttir gjörningar og það svo gaman að fara á milli. Já, sko Ari Logn, hann var að bera á sig, ég veit ekki hvort það var málning eða hvað, satt bara, hann mjög stórt og flott sko, var að bera á sig, og það var að myndi komnar, alls konar, ég held að þetta var málning eða krem. Það var í mjólkubúðinni, það ekki? Já, nei, það var í listasafninu. Já, ok, já. En hann satt hana og bara á sig og þetta var mjög flott og auðvitað eru gjörningar sko, mér langaði að gera gjörning þegar ég sá þetta, mér langaði að gera eitthvað að gera gjörning Já. Svo rölti mér að á milli Já, þetta er allt í listakilinu Ketilhúsinu það var reynda líka í Hofi mjölkubúðinni og maður röltir á milli og í hofinu og allskins og milli gjörninga fer maður á listasafns kaffihúsið og fær sér hérna te eða öl eða eitthvað hittir alla sem eru að gera gjörninga og alveg nóg að gera í mjölkubúðinu hún stendur undir sér já, hún er alltaf löngu farið þetta í mjölkubúðinu það eru þar 4 listakonur sem eru alveg dásamlega já. Svo hefur held ég Arna Guðni Valsdóttir, hún var ekki núna, en þá hefur hún verið með vídeólistahátíðina heim, ég held að hún sé búin að vera með hana 2 sinnum. Á sama tíma? Á sama tíma og gjörningalistahátíð og þá hún með sko heima hjá sér, vídeó. Já, en hún var bara veikum helgina. Já. Því miður eigum að taka eitthvað meira fyrir með þessum þætti ég ætla að geyma leikfélag Akureyrar ég þanga til næst ok já það er hérna sko það eru tónleikar sko 19. október er ég að fara hérna ætlar að fara? Já en hvað er ekki eitt þáttur á milli það er ekki að tala það bara næst það núna helgina? Nei, tala bara núna það er 13. Já, það er sko hérna Plastic Gods með 20 ára ámælis haldi upp á 20 ára stofn til þeir hafa aldrei hætt sko. Nei. Það er líka því nóg Spennandi Þetta er hljómsveit sem að hérna þetta er svona sko svona venjulega fólki finnst þetta örugglega bara að vera þungarokk en þetta náttúrulega hefur náttúrulega þar margar undirgreinar af þungarokki Já Þetta er svona sem kallast hvað, svona stoner, psychedelic metal, sko. Já, hljóma vel. Það er hérna mikill throat singing hérna og hérna, en þetta er bara svo dreymandi og skrítið og svona grúfi og maður getur dansað við þetta. Ok.
og allir sér búið upp á það í þínu að maður geti dansað á þessum tólingum. Já, það held ég hef dansað við Plastic Gods. Ok. Ég játa það bara hér. Já. Og mér finnst bara gaman að svona þungrokkljómsveit skuli koma og spila á svona stórum sal og góða venju og gera þetta svolítið grand. Já. Bara ánægði með það, hlakka mikið til. Já, og þetta 19. Já. Já. Ég ætla að reyna að fara í eitthvað leikhús. Mér langar svolítið í Tjarnabíó, ég er bara eftir að skoða hvað um helgina. En það er Draumar Jónsmessunótt, ég vil ekki missa því nefnilega. Að skoða hvar það er statt í ferlinu. Já. Ég vil bara benda á að ég sé þar tónleikar 16. október með Sycamore Tree? Jú, Sycamore Tree í Bæjarbíó. Já, búin að gleyma þeim. Ég hitti þeim eitt ágústu því ég var í Hurdy-Gurdy daginn. Já. Og svo er líka mjög mikið svona, ég mæli með að fara í Marshallhúsi, það eru marga sýningar þar. Já. Og alls konar sýningar. Já, ég ætlaði að fara þangað og sjá Ragnar. Já, og Fissersund er með sýningar mjög áhugaverða. Já, og Ragnar í Listasafni Íslands og Listasafni Reykjavíkur, er það ekki? Já, í 8 sölu. 8 sölu. Það er yfirleitt sýning á verkum hennar. Og líka í Berg Contemporary. Já, tölum hana næst. Það bara þökkum við fyrir okkur í bíli, er það ekki? Jú. Jú, takk sjást. Já, takk að sjást. Bye. Bye.